það þá vefforritun 2 og þið eru öll hjartanlega velkomin í hana, en í dag ætlum við bara að skoða hvernig formið verður á námskeiðinu og hvernig námsefnið og hvað við verðum að fara yfir svona í vor. En þetta sem sagt framhald af vefforritun 1 og á að vera bara rökrétt framhald, sem þýðir það að HTML, CSS og JavaScript svolítið svona gefið að frá mér að þið vitið eitthvað það og ég sé að það eru einhver ykkar, það allavega ekki 0, fjöldi nemenda ekki 0 sem hefur tekið vefforritun 1. Þannig að þið sem hafa ekki tekið eða þið sem hafa tekið fyrir nokkrum árum förum aðeins yfir á eftir svona hvaða sérstaklega sem að þið ættu að rifja upp og hvað þið getið þá rifjað upp úr vefforritun 1 frá því núna árið 2021. Þannig að þetta grunnurinn sem við erum að byggja á og það sem við erum að byggja á hann í raun að búa til backend, þess að búa til þessi forrit sem keyra á einhverjum server og svara og búa til HTML, CSS og JavaScriptið. Það hefur bara HTML, CSS og JavaScriptið kemur svona bara með nákvæmlega eins og við vorum að vinna með í vefforritun 1. En líka það að nota Node.js til að búa til vefþjónustur, hvort sem það REST eða GraphQL þjónustur og síðan að skoða svona framenda framework og library eins og að minnstu kosti React og þá bara hvernig React virkar, hvernig pælingin þar og síðan hvernig Next.js virkar til þess að búa þá til backenda plus framenda svona síður þetta allt saman í svona einn heim. Þar sem við erum með eitt projekt sem bæði með bakendavirknina og frammendavirknina í einu og við erum bara með þetta allt opið og allt virkar voða fínt og svolítið bara svona það sem að mjög mörg vefverkefni eru að keyra í dag. Til dæmis ég núna að vinna hjá Hugsmiðjunni og öll okkar verkefni keyra í Next með bara React og svo erum við að nota TypeScript og við erum að nota CSS modules og keyra SAS og við lok þessa námskeiðis ættu þið í raun að vera með vita hvernig allt og gæti þess að vera að vinna í þeim verkefnum sem ég verður bara að vinna í dagstæðlega með mínu teymi. En það svolítið allt efnið frá vefforritun 1 aðgengilegt. Við fyrir nánari eftir hvað af því svona sérstaklega sem við ættum að fara í. En ég mæli með því að þið skoðið aðeins og grípið í það þegar það til dæmis eins og fyrir verkefni þar sem ég fara að nota CSS og það sagt að nota Flexbox eða nota Grid eða eitthvað slags, þá getið þið skoða það, þið getið skoða verkefnin frá því þá til þess að fá svona einhvern ákveðin base til þess að byggja á. En síðan reynum við náttúrulega að láta það ekki vera stóran part af þessu, en það erfitt út af því að vefforritun svolítið svona, það þetta allt. Það erfitt í þessum fyrstu verkefnum þar sem við erum bæði að gera eitthvað svona bakenda sem að skila einhvern gögnum og gera og græða eitthvað, að hafa ekki neitt CSS eða hafa eitthvað ótrúlega simpel CSS. Þannig að það alltaf þessi ákveðin bara svona gefið að CSS skilningu sé þarna til staðar. Svo ég með Cancelbók sem svona ennþá bara eitthvað að verða til sem fer yfir HTML og CSS sem getið lesið upp í rúmi á kvöldin svona eða viljið hafa ennþá meiri vefforritun í lífi ykkar. Ég vel ítt undir að dreyma á nóttinni. En það sem þetta HTML, CSS og JavaScript og við erum að nota ECMAScript 6 þannig að þau eitthvað sem tóku vefforritun 2017, það alveg, þá var þetta svona, þá var held ég fyrsta ári sem ég skipti yfir að kenna það í grunninn, ekki sem svona einhverja viðbót. En við erum að nota bara nýjasta í JavaScript, bara allt upp að því sem kom út í staðlinum í fyrra. Förum aðeins nánar yfir það eftir og við erum að nota þessi Node.js og NPM til að sækja og þessi tól og keyra þau eins og við vorum að gera í vefforritun 1. Og fyrstu 2 reyndar 3 vikurnar af því að það náttúrulega bara þessi vika og senastu 10 dagar hafa verið algjört algjör sirkus að þá ætla ég raun bara ekki að hafa, ég ætla ekki að byrja verkefninu núna, byrjum það í næstu viku. Við erum ennþá líka, það alltaf þessa fyrstu vika að fá dæmatímakennara og koma öllum up to speed og svona. Þannig að við
setjum fyrir fyrsta verkefni í næstu viku og það svolítið svona bara að koma okkur á stað. Alveg smá, ég meina þið sem hefur verið á Fortune 1, þið vitið alveg að verkefni geta verið krefjandi og það ekkert öðruvísi hér, en ég að vona að breytingar sem ég ætla að gera áfangunum svona aðeins geri bæti þetta allt saman. Og ef að þið lendi í einhverjum vandræðum og eru eitthvað þá bara ekki hika við að heyra í mér, hvort sem það á Slack, í fyrirlestri ef það eitthvað, eða í tölvupósti og við finnum út úr því. Ég mjög opinn fyrir því og sérstaklega í þessu ástandi okkar að bara finna leið til þess að við fáum sem mest út úr þessu öll sömul. Við verðum svo á Git mikið og notum GitHub og það bara eins og með námsefnið, það verður allt á GitHub og öll verkefni verður gefin út sem Git repo sem þið getið klónað og þá eitthvað grunn sem þið getið unnið hún á, svo committið því ykkar repo og skilið þar. Við erum að fara að nota tól sem að fara að tengjast við Git og erum að nota Git, þannig að Git verður svona ákveðin grunnpunktu þar sem að allt okkar dót verður. Og bara gott líka að nota það. Það eru langt flest fyrirtæki þann úti að nota Git og GitHub eða eitthvað mjög svipað, hvort sem að það sé þá ekki Git heldur eitthvað annað sem Mercurial eða eitthvað önnur svona svona repository alveg stóluð mér, svona code Git dot og eða þá nota GitHub eða Git eitthvað önnur svona Git kerfi til þess að hósta kóðan. Samskiptin verða eins og ég var búinn að senda okkur núna eins og fyrir þennan fyrirlestur, ég sendi allt í gegnum Canvas, allt sem að mikilvægt eins og hvar eru fyrirlesturar, hvenær eru ekki fyrirlesturar eða hvernig breytist þetta eitthvað, hvenær eru verkefni sett fyrir, hvenær á að skila verkefnum og svo framvegis. Það fyrir allt í gegnum Canvas, þannig að þið þurfið ekkert nema í raun að skoða, bare minimum að fylgjast með póstunum okkar og Canvas og að skoða námsefnið og skilaverkefnum. Þannig að komist ekki inn í kúrsinu og náðum að nokkur samskipti við einn í einn og fyrir utan í hópverkefnum, en það allt í lagi. En þið getið líka verið inn á Slack eins og var í Fortune 1 og hefur verið og ég hef verið með bara síðan 2015 held ég, eða 16 hafi ég byrjað með Slack. Það bara nokkuð gott að eiga svona í daglegum samskipti þar, spyrjum verkefni, spyrjum eitthvað tengt námsefninu og svo framvegis. Og ég var að búa til bara rás VF2 2022 sem við getum notað, þannig að ef við opnum yfir í Slack þá er hann Pálmar velkominn og höfum við í raun fyrir þetta og þið getum notað þetta síðan til þess að tala saman og rúta ykkur saman í hóp og síðan eitthvað skemmtilegt. Það eru öll námskeiðin sem ég hef haldið bara fyrir utan fyrsta skipti sem ég kendi 2013 eru öll aðgengileg. Ég bara kvatta af áður en þetta var það Fortune 1 og 2, en þetta allt á notendasvæðinu hjá háskólanum, en frá með Fortune 2 2018 þetta allt bara á GitHub og öll verkefni og sýnlausnir öll verkefnum eru aðgengilegar, þannig að þið getið skoðað og yfirleitt getið þið haft eitthvað svona hint að hvernig væri hugsanlega hægt að leysa þetta eða hitt ef þið nennið að reykja ykkur í gegnum þetta. Spurningu sal mun þetta vera tekið upp? Já, ég er að taka upp núna. Sjá, staðfestu það jú, það er upptaka í gangi. Og þið eigið ekki að þurfa að mæta hvorki remotely eða á staðinn til þess að taka þátt í námskeiðinu, þannig að þið ekki að missa af neinu með því að mæta ekki, þannig að þið getið tekið eins og þetta sé að fullu leyti í fjarnámi, þó að þið náttúrulega fái meira upp úr því að geta spurt spurninga live og svona tekið þátt, en ég mæli alltaf með því að allavega renni gegnum þetta og skanna glærurnar eða keyra í gegnum
upptökunar á 2x eða eitthvað og hafa svona smá sens á hvað alltaf að vera að fjalla í hverju viku. En við erum svo 2 sinnum í viku í töflu núna, við erum svo núna miðvikudaginn klukkan 15 til 17:20 og það nú aðalega bara því að ég líka í dagvinnu og bað það. En ef það eitthvað sem ég búinn að læra það að þetta rosalega langt, þannig að ég ætla frekar og með breytingunum á fyrirlesturforminu þá ætti þetta að vera styttra og ég reyni að fylgjast með eins og ég get, þannig að við tökum líka pásu og við höfum núna 24 mínútur þannig að við höfum að taka fyrstu pásu og höldum því. Það í mánudagur í töflu, ég veit ekki, þetta sama, þessar fyrstu vikur eru alltaf svona hvar erum við, hvenær, hvaða stofu. Þannig að ég læri ekki bara að vita leið og allt setlað. Og í næsta fyrirlestri og eftir þessum munum við fara aðeins yfir hvernig þessi fyrirlestrar eða þessi tímar munum vera. En ég stefni á að taka allt upp, hvort sem það áður eða bara leið og við erum að gera. Það var eitt sker sem kom upp í Vegforðun 1 í fyrra þar sem ég held að ég hef klúrað ykkur og eitthvað hafi tapast en það gerðist ekki, þannig að ég ennþá núna bara á held ég 5. ári þar sem að ég hef tekið allt upp og ekkert hefur klikkað. Knock on wood og það er bara halda þannig áfram. Dæmatímar, það var 2 dæmatímakennar í áfanganum með við stærð hópsins eins og og það bara verið að ganga frá því og ég á eftir að tala við viðkomandi dæmatímakennara og fá bara, það verður svolítið þeirra sjálfvald sett hvernig þau vilja stilla sig upp. Hvort þau vilja nota Zoom, Teams, Discord eða Slack. Það búið að nota alls konar núna senstu 1,5 árið í þessu. Og þið hafa náttúrulega líka bara input í þetta. Þið getið sagt okkur, ef þið hafa komist að bara eitthvað, þetta besta fyrirkomulagi sem ég hef upplifað á þessum skrýtnu tímum. Sjá, get ég búið til. Ég get ekki búið til spurningu sem segir annað. Single choice, multiple choice. Þannig að já, ég ætti kannski að vera búin að búa til svona spurningar fyrir. Það væri kannski betra flæði í þessu. En sjá, ég setja smá og Teams og annað svona já, end poll sorry, ég að þetta rosalega þetta alveg nú veit ég ekki way, launch, dum en það kemur aftur eins og hitt í nánar í næstu viku hvernig það verður verkefnin, eins og ég sagði áðan, þau geta verið tímafrek, þau byggja á raunverulega verkefni þannig ég reynir bara svona sjóða saman eitthvað sem að make sense fyrir það námsefni sem við erum að fara yfir sem að snerta á því sem að ekki bara eitthvað svona fyll út í eitthvað svona prenta hall og heimur eitthvað svona, heldur líka að gera eitthvað sem að þið gæti tekið part úr því og nota þess að byggja eitthvað alvöru sjálf af því að það svona draumurinn að eftir þetta námskeið þá séu þið mjög sjálfbær það að búa til bara veflaust þar sem að þið getið búið til vefþjónustu, þið getið búið til GraphQL vefþjónustu, þið getið búið til React verkefni, þið getið hýst það sjálf, þið getið keypt upp lén og þið getið bara gert það sem ykkur dreymir á vefnum og það það sem að alveg raunverulegu kostur eftir þetta, eða eftir að við erum klárað þetta. Þannig að, og þá sérstaklega hópverkefnin sem að eiga að vera að gera sitt bara mjög svona raunverulegt verkefni sem þið gætu tekið og aðlagað mjög svona, kannski ekki auðveldlega, en þetta verður bein lína að aðlaga það að ykkar þörfum. Og
það náttúrulega verður eins og í öðrum verkefnum svona gefið svona rúbrik það hvað verið að meta og það alltaf betur að skila einhverju sem gerir eitthvað en að skila engu og þetta verða 8 verkefni í heldina. Minni verkefnin verða 6, þau verða sett fyrir á 5. degi, villast það var miðvikudegi og skila síðan á föstudegi 2 vikur seinna, þannig að ólíkt því sem í vegfartun 1 þá erum við bara með helmingi færri af þessum minni verkefnum og það bara 2 vikna fresti og þau gilda 10% hvert samt á 60%. Þarna kemur hint að annarri breytingu sem ég ætla líka að gera og þið megið ræða saman verkefnin og vinna hluta af því saman og ræða og komast að því hvernig ég að gera þetta en síðan hreinskrifiði lausnin ykkar sjálf eftir að þið eru búin að vinna hana saman ef eitthvað bara eitthvað það bara þetta eina leiðin til að gera þetta ég bara við sé enga aðra leið til að gera þetta og við bara við endum bara með nákvæmlega sömu lausn þá bara takið það fram að þegar ef að dæmendum að gera fyrir yfir og sé bara eitthvað þetta bara nákvæmlega sama þá það ekki gott gefið allavega upp að þið hefðu unnið þetta saman og eitthvað er gert eða ef þið lendið í einhverju fáið afrit hjá einhverjum og bara eitthvað ég lendi í brjálæðum vandræðum eitthvað lífið hér lausnin mín ég gat gert þetta en ég fekk þennan part hjá X sem hjálpaði mér mikið látið þið vita og það alltaf miklu betra og ég vil að láta vita fyrirfram hvort sem þetta mín eða dæmitímakennarans að það sé eitthvað í gangi þannig að skrifið ykkar eigin lausn eins mikið og þið getið síðan höfum við hópverkefni sem gilda sitt hvort hópverkefni gildi 20% og það með við það að þessi að vinna 3-4 saman í hóp og fáið þarna cirka mánuð til þess fyrir hvort sett fyrir fyrra í febrúar og þá erum við að búa til vefþjónustu og síðan í seinna erum við að taka þar vefþjónustu sem við byggum til í fyrra verkefninu og búa til framvindu og það í React og Next.js og þá getið þið hvort sem nota vefþjónustuna sem við byggum til sjálf í hópnum ykkar í sama hóp eða þið getið bara notað sýnilaust sem ég mun gefa út í seinna verkefninu og þið þurfið ekki að vera í sama hópnum í fyrra og seinna. Verkefnin verða sett fyrir á Canvas og þið sjáu þá feedbacki frá dæmitímakennarunum þar og getið átt í samskipti við dæmitímakennarunum þar ef það eitthvað sem þið viljið fá nánari útskýringar á eða eitthvað svoleiðis í gegnum komment þar og það náttúrulega gildir að lesa leiðbeiningar og skila öllu því sem beðið og skila því eins og beðið í leiðbeiningunum það getur verið breytilegt eftir verkefnum þannig að ég bara lesi þetta og geri þetta eins og það sérstaklega í hópverkunum þar sem þið þurfa að skila og vera saman í hóp og ef að þið gerir það ekki rétt þá munir bara svo sem skila fá einhvern og þá náttúrulega hinn í hópnum mun lendi vandræði þegar kemur að því síðan að fá loka einhvern sjá nú ég aftur ok því segir besta dæmitímakennaranum Zoom, staðkennsla og Discord já, þetta rímar svo sem staðkennslan góð ég hef persónulega ekki notað Discord en náttúrulega veit að það rosalega næs og þau dæmitímakennarar sem ég hef verið með hafa verið mjög ánægð þegar það hafa komist svona í takt með það sjá svo hérna en þá í raun ef þið hafið verið að leggja saman tölur hérna þá það að prófin verkefnin eru samtals 100% og það sem ég ætla að prófa núna að hafa ekkert með umhverfispróf, aldrei eftir svoleiðis og sem en hafa ekkert lokapróf og hafa í raun bara verkefna einhverjum gildir 100%. Það svona ákveðin áhætta
að því leyti að þá þurfið þið náttúrulega að sinna þessu vel og þurfið að vera on it alla önnuna að skila verkefnunum og þið hafið ekki svona sensin á að rífa ykkur upp að þessu lokin en mér sýnist með að við að það sé 100% ánægja með þetta að eina sem ég sé fram á að geti orðið eitthvað veseni er eitthvað kemur upp á eitthvað að þið missið eitthvað út að hvernig getum við þá brúa það bil og ég er með ákveðnar hugmyndir og ég á bara eftir að svona móta þær en ef þið hafið einhverjar skoðanir eða feedback á það þá með ég endilega skjóta að mig svona hvort að það verður hvort að það verður bara eitthvað svona taka upp, gera eitthvað einstaklingsverkefni eða gera eitthvað sjálf eitthvað í lokin eða taka upp og vinna einhver önnur verkefni, einhver eldri verkefni, eitthvað kemur í ljós en þetta ætti vonandi að vera okkur öllum til bóta því að mér finnst próf ekki verið neitt svakalega góð leið til þess að læra eða meta forritunarkunnáttu eða þá vefforritunarkunnáttu. Þannig að einkunnin verður aðeins á verkefnaskilum, vinnuverkefnin verður 60% og hópverkefnin verður 40% fyrir þetta. En þið eruð fullorðið fólk og það er engin skyldumæting eða neitt svoleiðis en það hefur náttúrulega alltaf sýnt sér bara mæting og að taka þátt í hvort sem það er í fyrirlestrum eða á Slack eða eitthvað svona mun alltaf hjálpa ykkur og það bara að sinna þessu viku fyrir viku er að fara að hjálpa ykkur og ég tel líka bara að þetta vefforritun er skemmtilegasta forriturinn að þetta ætti bara að vera skemmtilegt en það náttúrulega er fullt annað að gerast þannig að ég endurtek bara ef það er eitthvað sem kemur upp þeir eru vandræði með að mæta, þeir eru vandræði með að skilja verkefnum þeir eru bara í vandræði með bara að sinna náminu eða eitthvað þá orðið það mikið, talið við námsráðgjafa þau eru öll til staðar fyrir ykkur og geta hjálpað ykkur með þetta en ef það er eitthvað bara svona taktíst innan vikunar, innan mánuðarins fyrir ykkur verkefni, bara talið við mig og við finnum út úr því saman síðan ætla ég að hafa svona skrifstofutíma sem við var með í fyrra þegar við vorum bara 100% remote allt árið og ef það verður ykkur staðkeyrsla þá getið þið náð mér fyrir eða eftir eða á milli fyrirlestra og við getum rætt málin eða að þið getið sendt á mig skilaboð á Slack eða tölvupósti og við getum bara fundið og við getum bara hist á Zoom eða Slack eitthvað til þess að ræða eða fara yfir og síðan ætla ég að hafa bara svona opinn tíma á skrifstofunni hjá mér á bara dagatölu hjá mér þar sem ég tek bara frá 1,5 tíma í viku og segja bara eitthvað, hei, ég er á Slack ég er hérna núna, ég er ekki að gera neitt ég er bara hérna ef þið viljið tala um mig og þá bara getið komið og svo bara, hei, Eva talar og og þá getið við hoppa saman á Zoom og fara yfir rætt málin ég var bara eftir að finna hvenær henta mér best en það verður líklegast seinnipartinn á daginn milli 4 og 5 á daginn mánudaginn, þriðjudaginn með eitthvað svoleiðis bara ég sendi á okkur þegar það er komið og verð þá með stegur lókað þessu verð þá með eins og við vorum með í þegar við vorum með þetta í fyrra þá vorum við með þá mætti bara og fólk bara sagði hæ og þá sendi ég bara á viðkomandi ég leti vita að ég var búinn að sjá okkur búinn að acceptera og svo sendi ég ykkur bara boð í DM og á Zoom link og þá getum við tala saman en ok, fyrir maður yfir námsefnið í næsta fyrirlestri við kannski bara klárum þetta núna ég ætla að skipta